Herðu, verið velkomin hérna í Gamesýruna sem sagt mun verða í boði þvottahússins. Þetta hérna stutta myndband, þetta bara svona til þess að ég ætla bara aðeins að fara yfir stöðuna á þessu öllu saman. Þá meinar þetta hlaðvarp Gamesýran sem á leiðinni og hver staðan á bókinni er. Til að byrja á hlaðvarpinu þá ég sem sagt bara búin að koma fyrir í stúdíói sem sagt þvottahússins þar sem að ég með tæki og tól og sem sagt ég með myndavél hérna og ég með myndavél þarna og svo ég með þessa hérna og sem þetta bara býður upp á það að ég geti tekið inn gesti og svo framvegis. Og pælingin að ég sem sagt ætla að taka upp þessa þætti hérna sem verða bara svona 10-15 mínútna yfirleitt monologar, ekki nema ég sé með bara eitthvað frábært fólk í sigtinu sem ég get tekið viðtal við, þá plásirn inni, það plásirna fyrir 9 manns allt í allt, 4 mikrofónar en það sem ég ætla að segja ykkur núna, það að ég mun birta þetta á rásum þvottahússins sem eru þetta bara hlaðvarp sem ég var með í mörg ár, þar eru í kringum 150 þættir, viðtöl við fólk bara úr öllum geirum, mikið af þessu svona andlegt, psychedelics, áfallatengt, við erum með stjórnmálafólk, við erum með forsetaframbjóðendur og ólympíufara og afreksfólk bara á öllum sviðum. En ég ætla sem sagt að birta Gamesýruna sem svona ákveðið spin-off út frá þvottahúsinu. Þannig að þið getur bara að byrja á því strax, farið inn á YouTube og followið þvottahúsið þar, þið getur farið inn á Instagram, followað þvottahúsið þar og svo getur þið farið inn á Spotify eða rauninni bara allar veitur, hlaðvarpsveitur og fundið þvottahúsið þar. Það sem að mig auðvitað bara vantar og ég bara bíða eftir manninum sem ætlar að koma og hjálpa mér að sem sagt varandi eftirvinnsluna, ég kann að tengja draslið og kann að nota það en svo eru svona hlutir hvað varðar eftirvinnslu, intro, klippingar og svoleiðis sem ég ekki alveg með á hreinu en sem sagt þetta, ég ætla að taka mig nokkrar vikur í að undirbúa mig svona fyrir þetta og gera þetta vel. Hvað varðar bókina UFO 102 sem, by the way krakkar, mun heita UFO 202. Það var ósk frá hönnuði út frá einhverju svona symmetrísku grafík, einhverju svona symmetrískum grafíkvinkli, hvað var það kápu. Ég talaði við 2 íslensku kennara sem sögðu mér að það væri í lagi, 202 virkar. Þannig að það bókin, UFO 202. Ég hef sem sagt, það mánudagur í dag, ég búin að fá skilaboð frá ritstjórn og prófarkalestri að slottið komið og ég hef til klukkan 6 í dag til þess að klára þessar breytingar eða viðbætur og það bara fínt, því svo á ég að skila þessu. Hönnurinn sem sagt byrjaður að hanna kápu og annað og svo þegar að hann fær sem sagt handritið, prófarkalesið þá mun hann fara í það að fylla. Bókin fer í prent einhvern tímann ég myndi halda í júní, þannig að ég að fá bókina í svona júlí, lok júlí og hún fer sem sagt í sölu þannig í lok ágúst og verður sem sagt með í jólabókaflóðinu en ég mun sem sagt auglýsa þegar það kemur að því einhvers konar forsölu, þar sem að ég sem sagt get sett fólk á lista og ég sem sagt mun selja sem sagt þessa bók UFO 202 og UFO 101 í áritaðri útgáfu. Það bara þannig. Herðu, en annars erum við bara helviti spræk hérna í hlaðvarpstúdíó þvottahússins Gamesýra. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Þetta var bara svona smá update á stöðuna, bara svona til þess að útskýra fyrir ykkur hver staðan og hann að við erum sem sagt að fara bara í vandaðri þætti það sem verða tekin fyrir mál, mögulega skoðuð einhver önnur viðtöl, einhverjar ljósmyndir og UFO myndbönd og svo framvegis. Við ætlum bara að sökkva okkur í dýpið með þetta. Búið að skrifa þessar 2 bækur, kortlagningin, hún einhvern veginn bara
sem sagt er bara til staðar og svo munum við bara fylgja þessu eftir með þessum hlaðvarps viðtölum. Stukur þetta ekki flott? Ég var að lánaði með þetta. Herra skutnar, farið vel með ykkur, það er mánudagur í dag og munið að handan tvíhyggju er engin tími og fyrir vikið er engin fortíð og fyrir vikið engin ástæða til þess að skammast sín og það er engin framtíð og fyrir vikið engin ástæða til þess að óttast. Bara núið. Njótiði, namaste.